kannski ekki ungir en við erum mættir hérna feskir í stúdíóið. Auðun Blöndal og JG eða Jón Gunnar Geirdal heilsa ykkur á þessum 50 degi. Þar sem að, Hjörvar Hafliðason eða Hjöppi K er stattur erlendis. En hann verður eins og mættur hérna með mér á morgun á Hjöppi. Þannig að hann tekur föstudagsvaktina í staðinn. En verður velkominn Jón Gunnar. Takk fyrir það kærlega vinnur. Ekki ungi, hvað mennur? Nei, maður er að verða gamall. Ég byrjar að finna alltaf meira og meira. Já, takk. Já, ég meina, hvað ert þú? Þú ert 14 árum eldri en ég, eða ekki? Já, 44 helgina. Nei, ég er 37 ára, going on 25. Já, svona 25 í anda. Það er þetta eitt sem hækkar aldrei hjá manni. Það er hvað maður er sko ungur í anda. Já, og sammála því. Og ég sérstaklega maður að vinna hérna á FM 957. Já, þetta er ángöðum. Já, þetta hérna bara í gírinn. Já, algjörlega sko. Þetta hjálpa til. Ég þakka að kjalla fyrir að hlaupa hérna í skarðið. Það var með 24 ára. Já, þú varst bara að ringja eins færri núna. Ég er að fíla það. Ég er að færast aðeins upp í Kókuraröðina. Það voru eitthvað 9-10 konur síðast. Já. Og einhverjir... Þetta datt svo sönn inn að ég þurfti að bara ringja beint í ekki. Ég kannski aðeins og örlar okkur örvendingarnir hjá mér, en allt í lagi, ég er hérna. En við verðum hérna í fantastuði í dag við Jónsi og eins og ég segi það verður Hjöppi mættur hérna á morgun. Brjánn Breki, hann verður á sínu stað eins og alla 50 dag. Ég heyri Jónum hérna seinna í þættinum. Við ætlum að láta Jónsa ringi mömmu sína. Það er eitthvað sem ég ætla að útskýra betur fyrir eftir Jónsi. Já, takk. Ég ætla að leika mér aðeins með að það eru ekkert allir að núti Jónsi sem vita að þú ert The Voice. Þú kallaði oftur út búin að fá þig 2 bjóra. Kallaði það ekki oftur röddinn? Nei, ég kalla Sverri Bergmann röddina, en nei. En þú ert ofta að segja stelpur ok... Ég er eitthvað lasi. Kannski kannist ekki við mig beint svona þegar ég sjáum mig, en kannist þið við sumarsmellurinn í ár, eitthvað svona. Þú ert með fullt að svona... Já, beint á toppinn í Bandaríkjónum. Já, akkurat þetta. Bátur mánarins er. Já, þú ert bátur mánarins. Ég ætla einmitt að fara aðeins inn á það á eftir. Þú lest inn á Subway-auglýsingar. Já, ég er Subway-röddin. Já, og ég ætla að nýta með það hér á eftir þegar ég heyri mig mömmuðinni. Ég veit ekki hvort ég leiki mér eitthvað með það og set líka bíómyndarödd. Getum nýtt okkur það eitthvað? Já, svo þetta er langt síðan ég læsi inn á bíó. Er það málið? Já, en það er gaman að taka það. Já, ég var svolítið mikið í því. Já, þú var svolítið mikið með beint á toppinn í Bandaríkjunum. Já, gagnrýnendur er á einu máli. Nú veit ég rosalega margir að núti sem að hugsa með sig, Jónsi, samtið þú textana sjálfur eða var þetta prentað fyrir og þú last bara? Ég samtið það oft sjálfur, já. Þannig að ég er svona lýsingarorða fyllibita. Já, þannig að þú komst aldrei eitthvað svona, nei, ég lesi þetta ekki, það þarf að breyta þessu. Nei, ef einhvað þá bara, ég ítti upp, efstastíði, sko. Já, þetta er líka þannig úti. Þeir eru alltaf bara... Já, þetta er alltaf að selja best í heimi, sko. Já, það er alltaf að gerast. Ef ekki, hvað þá, þú veist. Já, nákvæmlega. Það er þannig, það er hárrétt við Jónsa, hann veit alveg kann að segja. Já, reyna að plata fólk inn á einhverja afturhengu sem er ímist æðislega ekki, sko. Já, svo er ég ætla að ræða eins meira hérna ástarsöguleikin. Við náttúrulega erum ekkert að fara að toppa bréfið sem við lásum inn á þriðjudaginn, það er nokkuð ljóst. Ég lamaðist á hlátri. Já, það var hressandi, en ég ætla að ræða aðeins þennan leik á eftir og lesa svona nokkra punkta úr nokkrum bréfum, eða svona aðeins að fara yfir bréfin, því að þetta er að mínu mati sko, svolítið grilla. Ég ætla að koma betri inn á eftir. Ég ætla ekki að segja hvað mér finnst með það. Svo ætla að vera með fasta liði eins og sem að er á 50 dögum. Við verðum með töðhorni hérna á sínum stað, þannig að þið getið töðað, kæru hlustendur, ásamt því að við förum í keppnum, flottulega keppnina. Þannig að það er allt að gerast. 50 dagur, er komin eitthvað svona helgagýrið, Jónsi? Já, það er ásvöldi hjá mér á laugardaginn og maður plana ásvöldi fyrir 700 manns, það verður brjáluglíð. Það er ekkert annað, það er komið 50 dagur, Jónsa, vonandi ykkur líka. Þetta lag geti hjálpað. Blackout, Bríðkóralæna 9-5 blöð með ykkur hérna í þvílíku fjöri á 50 degi. Það vantar ekkert stuð hjá okkur strákunum. Framundan og það er eitt sem að bögga mann við að vera með svona manneskjur eins og Ivar Guðmundsson eða Ívar Guðmunds á Facebook. Þegar maður opnar Facebooki sitt og sér statusina hjá Ívar Guðmunds, hann var að henda minn núna fyrir 7 mínútum síðan Keflavík Airport. Ivar Guðmundsson, áfangastaður LA eftir 16 tíma. Ert þú í alvörun að bauna og Ívar Guðmundsson fyrir að fara grútan það? What a human being, það er bara þannig. Þú ert með alþjóðlegt vegabrif? Hann er alltaf... Kofi Annan ferðast ekki jafn mikið og þú. Hann er nýkominn heim úr einhverja skíðaferð, Ævar. Herðu, ég er ekki að djóka. Ef þú náðu 2 vikum í röð hérna. Það er bara þannig. Ef þú náðu 2 vikum í röð á Íslandi. Ég er búin að mikið heima núna. Já, þá er bara eyrðalaus. En fyrir ykkur sem ára að spá í hvert Ívar að fara, hann er að fara til LA. Þannig rúlar hann og sumir hugsa, er hann í páskafríi? Nei, páskafríi er búið. Hann er bara á leiðin til LA að have some fun. Svona rúlar bara Ivar Guðmundsson. Það er hárrétt. Það er eins og komið að slúðri hérna í FM
FM 95 Blö og ég ætla að byrja slúðrið á einum af mínum uppáhaldssöngurum of all time og það er hann Axl Rose en hann er ekki alveg með öllum þessa dagana og hefur ekki verið síðustu ár en það nýjasta hjá honum er að bandaríska hljómsveitin Guns N' Roses á að vera vígðinn í frægðarhöll Roxins næstkomandi helgi sama tíma og Green Day nema það að nú hefur Axl Rose gefið það út að hann hafi engan áhuga að nafn hans komi nálægt þessu boði það er að segja inngönguna í frægðarhöll Roxins ég fer fram og ég verð ekki tekin inn segir Rose í bréfi þar sem hann útskýrir hvers vegna hann viljir ekki vera tekin inn í frægðarhöll Roxins og segir að þið getið tekið inn hina meðlumina í hljómsveitinni en ekki bendla mér við þetta ég ætla ekki að vera nálægt mönnum sem að ber ekki virðingu fyrir mér þú veist, þetta er Rock'n'Roll Hall of Fame geta menn ekki bara verið hóværir og þakkláttir og bara hei, það eru allir í þessu sko ég veit, hann er bara, veist það, Axl Rose er búinn að tapa sér fyrir löngu síðan sko. Já, þetta er eitthvað tengt því að hann vildi sko að Guns N' Roses yrði teknir inn en ætlaði ekki að leyfa Slash og Duff og þeim að mæta þú veist það er bara svona, ef að þeir mæta þá mæti ég ekki þannig að núna er hann sem sagt og það er náttúrulega þeir hérna hjá veist, Rock'n'Roll Hall of Fame bara herru, hvað er maðurinn að reykja bara komið mönnunum öllum til okkar svolítið, þetta er Rock'n'Roll Hall of Fame sko og þannig að þeir tóku það ekki mála að neita Slash á þeim inn og þá hefur Axl Rose bara neitað að mæta og vill ekki að nafn sitt sé hvergi skrifa þannig inni það er ekki svo Messages Club og Pitbull sér þetta er Rock'n'Roll Hall of Fame þú var Elvis Presley og Stones þetta er bara Axl Rose er búinn að eyðileggja fyrir sér fyrir Appetite for Destruction maður líka bara, maður mann hvað maður var þegar maður sko hlusta á hann fiskið já, bara Patience og öll þessi lög maður Don't Cry og Sweet Child of Mine, lúfgítar maður, það er ekki galda maður þetta eru meistarar en leiðilegt hvernig við farið fyrir þeim því að þetta er akkurat hljómsveit sem ég væri til að sjá á tólningum í dag svona áður en við myndu ég væri til að sjá þá bara, veist, kringum sko Appetite for Destruction sko og árin og eftir, núna er þetta bara alveg út á tóni sko nei, sko, einn vinur minn fór, Ingi vinur minn, hann fór á tónleika með daginn í Svíþjóð fyrir svona eitthvað 2 árin síðan, sko nema að þá var þá létu þeir bíða eftir sér af Axl Rose í einhvað vondu skapi og þeir létu bíða eftir sér í 2 tíma ég man eftir þessu og það var allir byrjað að púa og allt orðið vitlaust en svo voru menn fljótir að fyrirgefa þegar hann kom svona röltandi bara fullur og allir orðnir, og þeir spáðu búin að standa þetta í 2 klukkutíma geðveikur, sko nema þá allt í einu kom bara You know where the fuck you are og þá var allir bara Are you okay? You're in the jungle og þá bara bílaðist allt þannig að það er hægt að fyrirgefa svona fíblum þeir koma stundum upp með þetta er rock næsta slúður er af Justin Bieber en þessi strákur var í viðtali núna hjá einu svona einhverju 17 magazine þetta er svona frábært blað ég held að hann sé Justin Bieber er á þessu svona stage núna mannst ekki þegar maður var Gutti það er kannski aðeins lengra síðan að þú varst Gutti en þegar ég var Gutti þá var bara menn sem voru framan á öllum blöðum svona Bravo, ABC, mannst ekki eftir þessu ég held að Bieberin sé svolítið í því núna hann er framan á þessu öllu þessu drafn Hasselhoff væri framan á Bravo og Popcorn inn í galda sko ég takk að maður sko aha og David Hasselhoff Morten Harket grjótharður nema herri, hann var að segja hérna í viðtali hann Justin Bieber að hann komi fram með kærastunni sína Selena Gomez sem er 1 ára eldri eins og prinsessu og finnst að allir kallmenn ætti að koma fram með konu sinni eins og prinsessur því að þær eru prinsessur segir hann þetta er frábært viðtal þetta er stórkostlegt, þetta er djúpt en hann var að segja að það þarf ekki mikið maður þarf aðeins að versla handa hluti sem þeir vilja og það sem gleðu þær það sem að Justin Bieber fattar kannski ekki þarna það er ekkert allir 17 ára tappar rolling in the dough sko nei. það er ekkert allir bara með $100 milljónir á ári Lamborghini heim til Cairo sko hann bara rúlar heim til Selena Gomez bara í ykkur rugli sko þetta er náttúrulega skítléttið úr Justin Bieber þá getur þú bara sagt herðu hérna hvað er skotin er hérna er sundlöghandaðir í garðiðin ef að kaupa Eiffel-turnin og setja í garðin hann er actually efnaði þannig að mér finnst hann pínur að skýta á sig þarna ekki það er náttúrulega gjafið þurfa ekki að vera dýrar hérna alls ekki maður þú veist einhvern ekki það þá er það jöggi já byttu fyrir maður sælar romantískurinn á engan penning skæri hjarta úr mér með skeið reyndar þú nú í við ásjúkari ég samt nei veist að þá á engin breyki Svest og máð Sverrir Bergman það er engin ásjúkari engin ásjúkari en Sverrir Bergman hann ætti að vera á lyfjum en allavega þá var þetta skemmtilega viðtal við Justin Bieber og ég ætla að enda slúðrið á Charlie Sheen og Denise Richards en Charlie Sheen er einmitt að leika í þáttu núna sem að bera nafnið Anger Management og eru þeir í tökum og nú að vera að ráða Denise Richards til þess að leika gestalhlutverk í þessum þáttum og ekki nóg með það ég held að flesti viti þarna úti að þau eru þetta er fyrrum hjón já allt var crazy bara þau skildu og svona já en þau eru við stóðnum góðu vinni í dag og eru jafnvel að hugsa að
fara saman í raunveruleika þátt í anda Keeping Up with the Kardashians. Það sem heitir sýnt hvernig Charlie Sheen og Denise Richards ala upp börnin sín þóðu séu skilin. Ég veist bara stöð 2 sunnudagskvöld, ég veit svo trailer strax, ég get ekki beðið. Myndirðu vilja sjá þetta? Ekki eftir Vængi, það er ekki glæta, sko. Þetta er... Reynda, ég er dott inn í einhverja sekundar á svona Kardashian, systur, sko, það er náttúrulega kólgeðveikar allar, sko. Maður einhvern veginn límist inn á þann horfbjóð og ljótt að segja, sko, en það er... Hvernig að horfa á Charlie Sheen og Denise Richards, hvað? Skiptast á pappahelgum með það? Já, er þetta ekki síðasta stráið? Þegar þú ert byrjað að taka þessa þættir, eins og Charlie Sheen, hann er legend. Algjört. Hefur hann eitthvað með svona þætti að gera? Já, hann bara skeit svo rosalega sig gæði. Hann bara kom með öll eiturlíf í heim upp í nefn á sig, sko, búinn að sofa hjá öllum vændiskonum í Bandaríkjunum. Fannst það bara frábært. Já, hann skeit á sig. En snillingur. Það var gaman á hann, sko. Þetta er höfðingi. Þetta var slúðurpakki dagsins. Það styttist hér í Brjánbreka. Við ætlum að, láta Jón Gunnar hrekkja hans mömmu sína og fleira. Þannig að allt að gerast. I see nobody by your side, but I'm with you when you're all alone, and you correct me when I'm fíla með Bruno Mars, endaði Lil Wayne með honum hérna í hrikalega flottu lagi. Gaman að Mars. Með þetta Mirror. Já, I only miss you when I'm breathing. Nei, það er Jason Derulo, sko. Já, ég er að blanda þessu öllu saman. Þú veist að bæði, þú veist, Bruno Mars er I wanna marry you hérna eitthvað. Já, ok, hann mætti aldrei vera að vinna hérna. Gamli maðurinn er að leira það, hvað er að gerast? Já, nákvæmlega. Herðu þér allir stæðið á FM 95 Blöti og Jón sem með ykkur til 6 í dag. Jón Gunnar Hjöppi er stæður erlendis en verður með mér hérna á morgun. Hvað er Hjöppi að gera erlendis? Tekur föstudagsvaktina, þeir voru hérna að taka upp fyrir messuna, hann og Gummi Ben. Já, næs, frábær þetta. Fóru hérna á Queen's Park Rangers Swansea og hittu Heiðar Helgu og Gylfa Sig og eitthvað. Þannig að þeir vona góðu í messunni næsta sunnudag held ég. Já, brilliant. Ég var að lesa hérna á FM-breppinu, Jónsi, að fólk sem að býr eitt er líklegra til þess að vera þunglind en ekki. Já. Og eftir einhverja 7 ára könnun þá eru 80% líklegra að þú verið þunglundur ef þú býr einn eða ekki með neinum. Eftir 7 ár? Nei, þetta var eftir 7 ára könnun. Ok. Það stendur náttúrulega ekkert það hérna hvað þú ert að vera búin að... Það er lengi eitt, sko. Já. Ok. Því að, nú ert þú svona, nú eru tekið báða pólana. Já. Þú farið niður báða vegina. Já, ég er ekki niður báða brekkunar. Þetta hljómar allt mjög skemmtilega. Varst þú að verða þunglindur á sínum tíma? Nei. Þú veist, jú, get ekki allir dotti í ykkur að læð og svo. Nei, ég tengt að vera þunglindur í þenn hérna. Nei, alls ekki. Mér líður mjög vel einum og þegar ég var eitt, sko. Þá hérna bara, það er eiginlega bara, sko, að ná að fíla að vera einn. Já, vera sjálfur sér nóbar, sko. Ég get alveg farið heim bara að fíla það, bara fara heim og þau eru ekki að hringja inn og gera ekki neitt, bara ég er bara heima. Já. Þú veist, ef þú ætlar að nakin að ryksa þá bara ferði í það, sko. Já, ég veit ekki hvort ég var að segja einn útvarpinu en stundum, sko, þegar ég er búin að vera einn nokkra dagir röða, sko, þá er ég alveg til að byrja að tala á sjálf mig. Já, ég er þetta séð það, sko. Þú er enda getur dottið í þunglindi, maður. Er ég? Alls ekki. Já, ok. Bara ef United tapar. Já, það er svona, viðurkenni, ég var kannski þunglindur og kom heim til minni gæri eftir hann ógeðslega leik. Viðbjóður. En ég ástundu það bara til að segja bara, já, ég veit þið, og kíkja út í Hagkaup, eða eitthvað svona. Bara svona aðeins til að... Já, svona hvetjið áfram. Jæja, vinnur, þú til að orðin of mikið sjálfuð þig nóg, sko. Já, ég er eiginlega nærðið að vera geðveikur heldur en þunglindur, held ég. Já, ég er örugglega geðveikur á því að búa með þér, hann er örugglega betra að vera einn í því. Ég er endar voða þægilegur. Já, örugglega, ég veit hérna. En auðvitað getur allir orðið þunglindir, tala um gumká, bara 1 í 7 ár, segjum að könnunin sé það. Já. Bara 1 í 7 ár, hver getur ekki dottið í þunglindi þá? Já, maður þú ættu bara að finna þér eitthvað góða meðleiðanda. Já. Það er strax skára. Já, algjörlega maður. Einhvern sem að verður ekki ástfanginn. Sætan sambýlismann sem að syngur vel til dæmis. Já, einhvern svona sætan og þægilegan sambýlismann sem að verður ekki ástfanginn og stingur af. Já. Þetta er vist lagið sem er að fara að gera allt vitlaust. Þú veist hvað þú ert. FM 957 kynir stórmyndina Battleship. Are you a captain? No, he's not a captain because he's always late. Frá þeim sem farðu okkur Transformers. We need the Marines, we need the Army. Kemur einn flottasta mynd ársins með Taylor Kitsch. We need all of them. Liam Neeson og Rihanna. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. daginn 12. apríl. What are your orders? We're going in. Who talks like that? Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. We're not going down without a fight. Spenna og tæknibrettur eins og þú hefur aldrei séð áður. Battleship kemur í bíó 13. apríl.
Viltu hafa áhrif á íslenska listan? Skráðu í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listinn, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kynnir listans Brynjar Már. Ekki missa af íslenska listanum á laugardaginn á Stöð 2 og FM 957. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. Lakkeról og þú týnist í kynslóðum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Hérna á FM 957 og það Öddi og Jóki G sem að verða með ykkur til 6 í dag og já, Jón segir það nú komin tíma á smá áskorun frá mér núna. Frábært. Það ekkert allir sem vita það úti að þú ert Subway-röddin. Rétt. Já, þú sem sagt lest svona, þú veist, Subway mánaðarins Nei, það bátur mánaðarins. Já, bátur mánaðarins, ok, leiðu fólki að heyra aðeins. Bátur mánaðarins BMT, aðeins 419 krónur. Akkurat, þess að það heyrið, þá ekkert svik í gangi hérna, þetta the Subway-rödd. Takk. Og sko, það sem ég var að segja, mamma hún eldhress eða ekki? Eldhress. Já, og ég var að spá í hvort að við myndum hringja í mömmuðina. Já. Og sem sagt, ekkert tengja við þáttinn. Nei. Það sem að þú segir bara við hann, herðu mamma, ég að fara að lesa inn á Subway-auglýsingarnar hérna morgun. Hvor röddin finnst þið betri? Og þú hendir nokkrum svona inn, svona bátur mánaðarins skinkubátur, eða eitthvað svona. Eða bátur mánaðarins á þessu sinni. Bátur mánaðarins? Já, eða sko. Ég tek nokkrar, já, en ekki ofkjánulega sko. Nei, þannig að hún sé actually að fara að gefa þér pointera. Já, móði mín sem sagt, 60 ára pluss, að fara að gefa mér pointera á Subway-röddina. Já, ég að fíla þetta. Ok, herðu, þá hérna, maður sé, hvað númerið henni? Á ég að segja númerinn í beinni það? Já, bara, þú veist, það enginn, hver heldur að sé að ringi mömmu hérna? Ég veit það ekki, síðasti hálflutin ekki fættur. 694. Það geta eitthvað vanvitt að dotti í hug að gera grín í gömlu. Ringi mig hér. Ok, nú þarf ég að þegja. Halló. Hæ mamma. Hæ. Hvað segirðu? Það fínt. Ekki allt klart fyrir þetta eða? Jú, hvað viltu sleppa? Nei, róleg. Hörðu, mér vantar smá aðstoð. Nú? Já, einkennilegt símtal ég veit. Ég að fara að lesa Subway eftir, auglýsingar, eins og veist. Já. Og mér vantar ég ekki viss með hvaða rödd ég á að nota. Ég er búin að nota svolítið sömu röddina, þetta er svolítið þreytir að keyra þetta svolítið mikið, sko. Þetta hvað það ljúga mér, eða? Nei, jú, ég hringi í móðum minn á 50 og líga, en finnst þið það líklegt liða mín, eða? Nei, ég veit það ekki. Nei, hvað veit maður? Og hvað? Þannig að ég spái bara hvað það mút ég á að hafa á þessu, sko. Já. Að þetta hljóma svona sést, bátur mánaðarins, aðeins 490 krónur. Subway, alltaf fest. Já, þetta búið að vera endalaust. Þetta búið að vera endalaust. Hver ekki komið, veist, ertu honum þreytt á þessu? Já, ég alveg breyta þess til. Það ekki? Jú. Þá spurning bara, á ég að hægja á þessu eða þú veist, hvað finnst þér? Subway, bátur mánaðarins BMT, aðeins 419 krónur. Er þetta eitthvað? Nei. Nei, ok. En að hraða þetta upp. Subway, bátur mánaðarins BMT, aðeins 419 krónur. Já, eitthvað hressilega. Sumar er að koma eða eitthvað. Sumar er að koma, þannig að því varst þetta að hressa það? Já. Ok. Þá erum við að finna eitthvað, ég er að fíða þetta. Já. Ég bara, soninn náttúrulega getur verið ofvirkur annað. Ég fæ mér bara einn kaffibolla og keyrir þetta í gang. Já. En það ekki? Jú, mér finnst það rest. Sumar er að sólinn er að koma, það er bara restan söfði. Mamma segir það hæ við auðvitað. Hæ. Hættu hann að skvísa það? Þeir eru nú meiri fílinn. Þið fannst ofvirkingaginn betri, mamma. Já, hún vildi tjúna með þessu. Já, ég er ánægð með þessu. Sumar er að koma og svona. Já. Það er hárrétt hjá þér. Ég skildi ekki fatt þetta, já. Þeir eru yndislegir. Ertu ekki hreskvísa? Jú, alveg rosalega hress. Það eru afsakað ónæði við, sko, ég er alltaf að stríða mömmu minni, þannig þetta er orðin svona pínu hefði hjá mér að láta gesti mín að stríða mömmu sínum. Já, ég er alveg hissa hvað ég er sloppið, sko. Já, þú trúir líka öllu, það er að plata þig hvenær sem er gamla, það er þetta. Ég veit, þú ættir að þekka það best. Já, takk. Mér fann þetta samt skrítið, þess að spyrja hvað það er að ljúga mér. Já, byrjaði hvort það var að grínast. Já. En hvað er hann að reyna að sleppa við það eftir? Þú byrjaði að símtali, hvað ert að reyna að sleppa? Já, hann er búinn að boða því mat, sko, nætursaltaðan fisk og svona í kvöld og
Síðan það á sunnudaginn, sko. Þannig ég var að nú var þessu upptökinn og geta hann ekki komið. Já, ég skilði. Ég býð sjálfur mér í mat hjá fólki. Já. Ég gera það saman. Hann ringi bara, nú er þetta í mati, ég kem. Það er þetta vel gert. En herðu afsakað ónaðið. Allt í fína. Bye. Ok, sko, bye. Hún var eldhress og þetta er eitthvað sem við þurfum að ræða við Skúla að vinna okkur á Sveppuðum, þessar auglýsingar en að sjóða þreytta sakart. Það heldur mjög gott lag. Þarna á FM 957, ég og Jónsi verðum með ykkur til 6 í dag. Jón Gunnar hér í fjárveru Hjöpa K sem verður eins og að mættur hérna á föstudagsvaktina á morgun klukkan 4 og það verður sama fjörið þá. En ég var að spáða að segja ykkur frá smá frétt sem ég rakst á hérna á netinu þar sem að, fyrirsögnin er þrífa á nærfötunum einum saman. Mjög vinsæl þjónusta í smábæ í Texas og hér stendur hinn 26 ára gamla Melissa Borrett í smábænum Lubbock í Texas en með sitt eigi ræstingafyrirtæki. Hún kemur heim til fólks og þrífur hátt og lágt, nakin eða á nærfötunum einum saman. Já. Ég nú búinn að rétta þér þessa frétt hérna, Jónsi. Já. Það sem að sló mig strax í þessari frétt er að hún skulle vera 26 ára því að þú sér myndina henni, það vantar bara svona síkart í kjaftina henni, það var þetta svona eins og, ég myndi giska hann væri 45 ára. 45? Já. Allavega það. Og ég, veist... Hún er að taka $100 að fara klukkutíman fyrir þessa þjónustu og hún hóf að selja þessa þjónustu í febrúar og nú er hún komið með 3 aðra konur í vinnu hjá sér og það er alltaf að gerast þarna henn. Já, Þetta er eitthvað subbulegt, er það ekki? Fá hvað, eitthvað skvísu heim? Já, skvísu, ekki þessa sko. Nei. Það er þrífa á nærfötunum með það. Hún er með svona, sérðu tattoo eða? Já, hún er svona akkerist tattoo. Já, þetta er einhver gamall sjóari, 26 ára gömul. Það er einhvern veginn ekkert að frétta þarna, en það er, en þetta er viðskiptahugmynd sko, myndi þetta virka á Íslandi? Það er eins sem ég að spáði sko, þessi Melissa Borrett. Sóley Tómasson myndi bara opna nýjan MBL-vef til að fylgja þessu eftir. Já, það er því náttúrulega allt bila hérna. Það fær allt á hliðina sko. Já, og ég myndi aldrei hafa Það er ekki vottur af áhuga mér að fá Melissa Borrett heim að mér heim til mín að þrífa. Ekki eina sekundur. Sko. Myndin hérna af. En ég held samt að maður myndi aldrei gera þetta í Íslandi, hvort sem þú ert sko single eða ekki. Nei. Það er eitthvað svo perra og pleppalegt við það að fá bara stelpu heimtíðin og svo klæður hún sig. Og hvað ætla, þú bara að sitja henni í stofu? Horfa hún að þrífa. En þú sagði sko single eða ekki, hvað ætla þú bara að vera með kæru í sófónum bara með snakk og svo er Melissa, kannski ekki Melissa en einhver skvísa. Bara einhver Guðrún einhver. Já, bara eitthvað, veist, Guðrún og Fjölbreyt í Breiðholti bara eitthvað. Að þrífa heima hjá þér? Já, ég veit ekki með það sko. Nei, þetta er rámt. Þú vilt meina að þetta væri náttúrulega aldrei séns eða þú værir... Þetta er þá bara fyrir single-menn, mæntalega? Já, ég gef mér það. Eða eitthvað single skvísur sem að vilja að fá eitthvað að sæta... Já, kannski sæta stráka heim. Kannski er þið Sóley Tómasson ekki eins óreist með það. Já, þetta er þið þá bara svona báða vegum. Já, fá eitthvað flottan gaur úr gimmunni til að koma að þrífa. Já, þetta er bara svo perralegt. Já, ég er ekki að tala um að ég fær í þetta. Jú, þú ert góð. Ég sé það alveg. Ekta típan. Samt það, heima, segjum okkur, heima í, kannski þunnur á sunnundi, eitthvað þreytur annan, $100. Og skvísu heim til að þrífa. 13.000. Já, ég veit ekki samt sko. Já, og hvað... Ég er með bráða ónum fyrir því að þrífa heima með sko. En hvað ætlað þú að gera meðan hún að þrífa? Bara sitja í sofanum og horfa? Já, ég veit, þetta lítur ekki vel út sko. Nei, þetta er alveg ekki sko. Þetta er rosalega ljótum við. Þetta er ekki eitthvað sem er að fara að gerast hérna á Íslandi held ég. Hér rétt handan við hotnið er flottulega keppnin og fleira. En við ætlum að fara hér í örstuð skilbón. Trúbadorkeppni FM 957, Túborg, Smirnoff og Dílar.is á úrillu góðrunni. Nú er komið að þeim árlega viðburði þegar við veljum Trúbador FM 957. Ef þú hefur gaman að því að syngja og spila, þá er þetta þitt tækifæri. Skráðu þig á heimasíðu FM 957 og komdu síðan í pröfu. Þeir bestu fá að spreyta sig föstudagskvöldin 20. apríl á úrillu góðrunni þar sem Trúbador FM 957 verður krýndur. Athugið, alltaf 3 aðilar geta verið saman í atriði. Vegleg verðlaun í boði. Nánar upplýsingar á fm957.is. FM 957, Túborg, Smirnoff og Dílar.is. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Fjörið hefst með Túborg. Trommusett frá Yamaha, Pearl og Tama. Cymbalar og slagverkshljóðfæri í miklu úrvali. Hljóðfærahúsi Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. Árið 1909 var Eiffelturninn hæsta bygging heims. Það skiptir þig engu máli. Við lánum þér 1000 til 100.000 krónur í alltaf 30 daga.
fyrsta láni vaxtalaust. Það skiptir þig máli. 1909.is. Þegar þig vantar smá lán. 1909. Ekki komin tíma á eitt feskan og góðan línubát? Sölabáta. Dílar.is í dag. Miði á sérstaka forsýningu gamanmyndarinnar 21 Jump Street í Smárabíó á aðeins 650 í stað 1300. Dílar.is. Fyrir þá sem vilja meira fjör. Búðu betur með Bíkó klúbbnum. Fimmtudaginn 12. apríl verður klubbakvöld frá klukkan 19 til 21 í verslunum Bíkó, Breidd, Suðurnesjum, Selfossi og á Akureyri. Happdrætti á öllum stöðum með hundruðum glæsilegra vinninga, frábær tilboð og ljúffengar veitingar. Ef þú ert ekki einn af 20.000 sem í klubbnum nú þegar, þá bara skráir þú þig á staðnum. Bíkó, búðu betur, borgaðu minna. Vertu til milljónirnar kalla. Lottobóturinn stefnir í 27 milljónir. Leifðu þér smá lottó. Jói útherji, fullbúð af hentugum og góðum sumargjöfum. Jói útherji, Ármúla. FM 95 Blö í boði. Íslenska lagið á markaðanum í dag, það ekkert flóknara það. Gabriel með Stjörnurhöpp. Frábært lag. Já, virkilega flott lag. Valdimar flottar hana í viðlæginu. Já, og það líka þetta er svona flottast að mér erst farin ég farin með Úlfur. Það að koma hellingur á svona flottum íslensku lög. Rettur á Steffsson líka, maður taka það eftir. Já, spilum þá. Það er gróska íslenski tónlist, virkilega flott. En herðu, það hefur ekki farið fram hjá neinum, held ég, sem fylgjast með þessum þætti ástabréf sem að við Sverrir Þór Sverrisson eða Sveppi las hérna í þættinum hjá okkur á þriðjudaginn. Algjör snild. Og þetta er keppni sem er í gangi núna inn á bleikt.is og þetta var eitthvað sem ég langaði að ræða eins við þig, Jósi. Já. Því að þetta er í ástasöguleik Bleikt og Bláa Lónsins og það eru flott velun hérna frá Bláa Lóninu og eitthvað svona. Já, frábær velun. Já, þetta er mikið svona, þetta er svo sannlega. En nú er búið að senda inn einhverja 9 ástasögur og ég fór svona aðeins að skoða þetta og ég brenda nú ekkert út allar sögurnar. Það er náttúrulega ekkert allar eins og svo sem við lásum hérna á þriðjudaginn, en þetta tókum við hana sérstaklega fyrir. The boss finally found an apprentice, sem er upp á setning mín í dag. Sem var hressandi. En það er til dæmis hérna ein frá, hérna hún Anna Karen sem er búin að senda inn eina sögu. Og ég ætla bara að lesa þetta, ég ætla ekkert að lesa alla söguna, ég ætla bara aðeins að lesa þetta fyrir svona fram að það sem að mér finnst mjög áhugavert. Okay. Anna Karen skrifar: Það var í desember árið 1999, ég var þá 16 ára, ég ákvað að hitta strák sem ég var búin að vera að tala við á Yrkinu. Ég fæ frænda minn á rúndin og bið hann að koma við í Breiðholtinu og bygg upp netvinn minn. Og inn í bílinn sest skólitaður drengur með blíðleg augu. Það er svo sem. Við skjótum augunum á hvert annað, vandræðaleg og þögnin fyllir bílinn. Svo ræskir hann sig og spyr mig: Trúir þú á geimverur? Dýft þarna á Yrkinu. Þetta er inn í bílnum hjá henni. Já, fyrirgefum. Það kemur smá fádæmi við spurninguna og ég svara því að ég er ekki viss. Nú, trúir þú ekki á sjálfa þig? Segir hann. Ég stari á hann stórum augum og veit ekki hverju ég á að svara. Því að við búum í geiminum, segir hann. Ég humma einhverju óskiljanlegu svari úr mér og aftur kemur þögnin, áframhélt bílferðin og þrúandi þögnin eldi. Laxness er bara á hliðinni. Ja, þetta er eitthvað, ég ætla ekki að lesa restina af þessu bréfi, en það er bara það sem er að slá mig í þessari ástabréfakeppni, ástasöguleik. Það er rosalega margt. Nú tala ég röglega bæði fyrir sjálfa og marga að núti. Þegar maður er að tala eins og þegar ég tala við þig, þá setjum ég með vissa grímu, út svona spaðið, út með frasa og eitthvað, maður er svona, og maður er voða töffari í kringu þig. Svo eru aðri vinir mann sem maður tekur smá trún og með kannski, manni actually líður illa eða eitthvað vesen á manni. Og svo er bara allt annað sem bara svona gengur að gerast með vinir sinni. En það er engin vinur minn sem að ég myndi segja hvað ég er að segja við stelpustundum. Þetta er eins og bara ef að fyrrverandi kærustu mína tvær svona síðustu 10 ára myndu prenta út á pappíra sem ég hef verið að skrifa heim kannski á Facebook eða eitthvað svona þegar við vorum að byrja saman. Ég myndi fara inn í bílskúr og setja í gang, held ég. Þetta er bara svona að þegar þú ert komin á viss stig og ert að tala við stelpur, þá er það síðasta sem að þú vilt að alþjóð sjái. Og inn á vinsælli heimasíðu, sko. Já, og í einhverja keppni til hvers til að vinna sjampó og frítt í lónið. Já.
dreftu mig ekki. Ég geti þetta ekki, sko. Ég las þetta bréfnum daginn sem þið lásu hann og ég átti bara í miklum erfiðleikum. Ég bara hló svo mikið, mér fannst það bara svo kjánuleg, sko. Já, það bara, sumt bara bannað. Ég líka, segjum að kærasta mín myndi setjast niður og skrifa þetta og sendi inn einhvern leik. Ég myndi bara hvað er í gangi, bara svo Sveppi vinur minn sagði bara hvað er að hvað er þetta að gera? Já, í alvörunni, sko. Ég skal bara kaupa hann sjampo og splæsa á það í lóni, ég get alveg lagt inn á því. Og það er eitthvað sem ég þarf að gera. Ég þarf að tala við eitthvað þessum stelpum. Þessum strákum sem í. Hvort að það er svona mitt aðal umræðefni. Eru þeir að gefa góða á þetta? Það getur ekki verið. Af því að við erum allir, hafa allir strákar verið í sömu stöðu og þessi piltar. Ég get alveg verið rómantískur fyrir allan penningin og fyrirhandi konur og kærustu geta alveg staðfest það, sko. En ég er ekkert fara að setja þá svo bauð ég inn í þarna og gerði þetta og ég sagði hitt og hún horfði í augun á mér og spurði hvort ég trúið á geimverur eða. Þetta er þetta rándi í pick-upina, ég fílaði það. Já, en sko, hann líka, þetta er alveg rétt hjá honum. Trúið þú á geimverur? Ok. Þetta er óvinni djúb. Já, svo kemur hann, trúið þú ekki að sjálfa þig? Því að við búum í geimnum. Þetta er rándýrt hjá honum. Þetta er rándýrt hjá honum, sko. Þetta er eitthvað sem hún vilt ekkert að fara honum. Nei, mér segjum að kæmi svona saga þig, bara Kæró myndi senda inn og Bleikfundir sem þú bara tekin að lífa félónum. Já, það er akkurat máli. Ég get ekki ímyndið með þessi drengi séu bara, það eru frábæð Sanur og Bleik, bara þetta er svo fallegt og yndislegt. Ég meina, ég geti nú sagt það bara, ef ég væri félagi hans stráksins, kærasta hans, hennar Önnukarinn. Eina sem ég myndi skrifa á Facebooki hans núna væri bara trúir á geimverur. Já, ég væri bara í því, bara daglega. Ef ég myndi heyri hann, vill hann kannski bara horfa saman á leikir helgina, þá myndi ég byrja bara, trúir á geimverur, gamli. Annars er Man U að spila við Aston Villa á sunnudaginn. Ég myndi posta líknum daglega hjá honum bara good looking out. Þannig að þetta er stórhættulegt og ég hvet alla stelpunum úti til að fara vallega svona því að, eins og ég segi, þetta er held ég að síðasta sem að margir strákar vilji að sé rita hvað maður var að segja og hvað þá eitthvað svo að segja fyrir 10 árum. Eins og mannst eftir ástabriðin sem ég skrifaði og var að lesa í auðvitað og Já, ég er bara komin almáttur. Horfbjóður. Hefur þið séð það á Bleik.is eða? Nei, þá hefði ég orðið stressar. Ég ætla hins vegar að spila núna lag sem að er þetta ekki bara eitt flottasta lag sem Justin Bieber hefur gefið út? Þetta er eitthvað nýtt með honum og Ég er gaman á þessu, ég viðurkenni það. Þetta er bara ágætlega svart, já, strák. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my buzz light, yeah, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Alltaf eitthvað nýtt og gott á Dominos. Nú getur þú valið 3 mismunandi botna, þú getur fengið klettasalat á pizzuna þína, þú getur skipt úr pizzasósunni fyrir Sizzler-sósu eða barbecue-sósu. Þeir bjóðast 5 mismunandi ostategundir og fyrir að kostnaðarlausu getur þú fengið ferskan hvítlauk, svartan pípar, chili-pípar eða oregano á þína uppáhaldspizzu. Dominos 58-1-2-3-4-5. Raunhæf verðlagning. Toyota betri notaðir bílar. Sumardagurinn 1. er einn af mestu tyllidögum íslensku þjóðarinnar. Eftir langan og oft strangan vetur vekur hann vonir í brjóstum, vonir bjarta og hlýja daga, blóm og gróður. Jói Útherji, Ármúla. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Hann myndist ekki vera að koma inn yfir hana. Hann er svona að segja, en hann er búin að vera vælandi held ég yfir sömastelpunni í 10 ár. Það er fjalla öll lögin að segja einhvern veginn um þetta. Já. We belong together, I'm not over you. Þú veist bara að fara það. Ég held með þess að Chariot-lagi hérna fyrsta sem hann breykaði á, sko, var líka eitthvað svona, sko. Farðu að koma þér í gang, drengur. Já, eitthvað aðeins meira friskandi. Herðu, B.B. King, það er mikið spurt út í hann hérna hjá mér á Twitternum. En já, það er til dæmis ástæðan fyrir ég kom ekki inn hérna. En ég er búin að vera að ringi hann. Ég fæ bara, það er slökkt á símanum hans. Ég veit ekki hvort hann sé þunnur frá því í gær. Hann var þunnur síðast þegar ég heyrði í honum. En já, ég mun reyna að ná á honum hér og eftir. Og ef ég næ ekki á honum í dag, þá mun ég þá bara hringja í hann á morgun. En já, ég vona það besta. En það eru margir búin að vera að spyrja hérna á Twitter hvenar ég heyri í honum. Þannig að snillingur. Já, B.B. King er alveg með þetta. Og ef ég heyri mikið í dag þá heyri ég honum á morgun og það er mitt Hjöppi sem tekur föstudagsvaktina þetta með mér á morgun. En það er eins og að komið að lið sem er fastur á 50 og við Jóns ætlum að fara í núna sem að við þurfum hlustundum með okkur í lið. Þetta er flottulagakeppnin og ég eina sko Jónsi með fullri virðingu fyrir þér að þá er ég núna að fara að eyða rosalegu lagi sem ég ætla að henda, það er 8-7 fyrir mér á móti Hjörvari. Er 8-7? Já, það er þvílík keppni í gangi þar. Okay. Og mikil spenna og ég er búinn að geyma þetta lag í góðan tíma. Okay. Þannig að leiðilegt fyrir þig að það átti eiginlega ekki breyk í dag. Hjörvar reynda með
hressilega slæman tónlistasmekk. Já, hann poppar upp af og til góð lög hjá honum. Já, ég þetta viðurkenni það. En inn á milli er hann náttúrulega með, túnir, sko. Bara afhróð. Já, afhróð, sko. Já. Og þú ert tilbúið með þitt lag? Já, þetta er klárt. Ljótt að segja, þá held ég er ekki breyk í dag. En ég treysti á hlustendur. Já, þetta er undir hlustendur komið. Þeir ringi svo í 511-0957 og sá sem fær fyrstur til að fá 5 atkvæði vinnur. Ég held þetta ekki leikreglur. Já, koma svo. Þetta er flotulagkeppnin og Jónsi, er eitthvað svona sem að þú ert að kynna inn áður en sett lagið í gang. Þú færð 90 sekúndur. Já. Og svo sem sagt köttu að lagi, er eitthvað sem þú vilt segja? Er þetta eitthvað, kynntustu konunni yfir þessu lagi eða? Þetta lag, heyrði það fyrst held ég fyrir 2 vikur síðan, þannig að nei, ég kynnst ekki konunni þar, en þetta er bara hrikalega gott lag með frábæru. Var þetta lag undir þú áttaðir á því að vera ástofangin að henni? Býtti ég þarf að kasta upp í mig. Nei, þetta er bara hrikalega gott lag. Spilaði þetta einhver inn í að þú vissir þú væri ástofangin? Ok, hvað heitir lagið? Þú voru að segja, kynna. Þetta er meistari Usher og lagið heitir Climax. Þetta er lagið hans Jónsa í flotulagkeppninni. Þetta er svo hrikalega smúð. Össur með lagið Climax, það er Jón Gunnar Gerdal sem valdi þetta væl hérna. Lekur á þessu kynþókinn. Koma svo hlustendur. Þetta er svona þín tónlist. Svona. Já, ég hlust á alla tónlist eins og þú veist. Ég get alveg frá Sigur Rós upp í Usher, upp í Retro Stress og Monsters of Men og bara allt þar á mitt, sko. Og þetta er svona þitt uppáhaldslag í dag? Þetta er eitt af þeim, sko. Ég var mörg uppáhaldslög, duglegur að posta þeim og svona. Og tengist einhverju tilfinningum eins og við komum inn á aðan? Nei, alls ekki. En takk samt. Herru, þá komum við að mínu lagi. Já, nú kemur einhver Sauðárkróks viðbjóðurinn. Í flotulagkeppninni og eins og ég sagði aðan, mér finnst ég pínu vera að eyða þessu lagi því ég þarf að nota þetta í harðri keppni á móti Hjöppa. En ég verði eiginlega bara að hendur sá því ég ætla að rulla þér. Þú ert hérna sem gestastjórnandi og ég er að spáði hendi smá K.O. Þetta er uppáhaldslag mitt allra tíma. Það er ekkert flóknara. Óguð. En í herbyggju mínu, fastur í smábæ á Sauðárkróki. Mjög reiður. Þetta er svo gott lag. Þetta er náttúrulega bara með allra bestu. Ég viðurkenni það. Þetta gæti orðið. Ég ætla að vera að höfða til, sko, FM-stelpan sem Herðu, ég spurði þig bara, þú sagði að þetta var uppáhaldslagið þitt í dag, Hjörun. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum í dag. Hún skal ekki vera að afsaka það. Þó að vissulega Nirvana séu frábær hljómsveit og einu mínum uppáhalds. Ég held að þetta lag hafi ekki oft verið spilað á þessari stöð, Smells Like Teen Spirit á FM 957. Jó, sínum tíma. Ég actually, sko, var að vinna á FM 957 þetta að spila, sko. Já, ok, ég gleymi alltaf út 50, Jónsi. Takk. Herðu, þá ætla að opna fyrir síman og það er fyrstur upp í 5 atkvæði. Vinnur og, ég segi FM 95 Blöð, góðan dag. Góðan daginn. Góðan daginn. Koma svo. Það er Blöndal alla leið. Það er Blöndal alla leið. Ef að félagið vinnur þetta, þá hlusta ég ekki eftir á þetta. Herðu, sko ég held að Jón Gunnar, hann vissi bara leið þetta var dögt þegar hann heyrði kallmannsröddir. Tróðum mér hendu Usher á og eftir og þú veist, you're in for a good one, sko. Herðu, takk fyrir. Takk fyrir, kallið minn. Einhverja skvísur til að hringja hérna, hvað er að frétta? Staðan er 1-0 fyrir Blöð hérna á móti Jónsa í flotulagkeppninni FM 9 fyrir Blöð, hvort lagi fannst ég flottara? Halló? Halló? Erstu það? Já, mér er bara... Hvað sér þau? Ekki feiminn? Halló? Halló? Hann ertu? Koma svo. Ég er bara ósáttur að ekki klára lagi. Já, hvort lagið? Þitt lag, Auðun Blöndal. Hanna þekki ég, þannig ég fæ þitt atkvæði. Hæ? Þannig ég fæ þitt atkvæði. Þetta er... Auðun Blöndal. Takk hjá það er að gerast maður. Við erum eitthvað með bifliverkjar hringinn eða? Herru, nei, þetta er svona, en það heyrðist þetta rít Líón, menn ég þakka honum kjærlega fyrir atkvæði. Staðan er 2-0 hérna, FM 9 fyrir Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvort lagi fannst ég flottara? Já, þú skulle einu sem spurja þar hálfgerð mókun. Já, Usher, takk. Er það Nirvana eða? Ójá. Djöfull er ég ánægð, sko, ég er að segja það. Þetta var K.O. og Hjöppan, sko. Já, þetta er ekkert búið. Þetta er of létt á móti. Herru, takk hjá þetta, Kaðinn. Lítið mál. Bæ. Það er ekkert að frétta. Það er svolítið stráka þeim hérna í símónu núna. Já, ég pínu ágjörðs. Ég held að það hefði meiri sjarminn en það. Halló? Það er skallinn. Halló? Já, Hanna komið kona. Hanna, koma svo. Herru, eitthvað tekur þetta. Hanna þekki ég þig. 4-0 Jónsi. Það er verið að jarða þig hérna. Já. Ég pakka mjúkamannu næst. Ég kem með Mötli Krú næst. Það var alltaf mikið vel. Já, eitthvað Climax, eitthvað... Takk hjá þetta. Takk. Ok, bæ. Ég pakka bara með eggjastokkunum. Eitt handkvæði viðbót, það komið FM 9 fyrir Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Herru, ég er að spója sjá þetta Blöð. Það ekki þig. Það er 5-0. Það var Jörðun. Takk hjá þetta. Ekki mál. Herru, þetta var þetta var K.O. Ég fekk ekki atkvæði. Ekki, sko, við tökur endur átt í og Pétur. Það var gamla góða regla, þannig að við tekkum svona hver hefði fengið þitt atkvæði? Já, góðan daginn. Já. Góðan daginn. Það er náttúrulega staðfest að þessari útastöðu verður lokaði á Jón Gunnar auðinni. Herru, ég þakkar það. Takkar þetta, kallið minn. Herru, tökum einn en hérna, hver hefði fengið þitt atkvæði?
Takk hérlega. Þetta var Sláturinn Jónsi. Já, það sko, ég reyndar. Þetta er 10 ár sinni þetta lag heyrðist á FM, sko. Ég líka, sko, það böggar mig pína. Ég spilaði mitt upp á slag hérna móti þér í svona, með fullir virðingu fyrir þér. Þá kallaði þetta svona gamni-keppni, af því að það er svo rosalega keppni hjá okkur hjálpa í þessu. Já. Þannig ég gæti að vera að blasta Smells Teen Spirit full snemma. Já, ég svektur, sko, ekki eitt. Ég bara held að þú hefði búið mér í sjarma og kannski einhverjum fleiri döfum. Það er ein kona að hlusta þig. Nei, verði ekki þessu. Þetta hérna lag er sérstaklega að spila fyrir konundar sem er að hlusta. Það var rétt. Alissa Reed, Alone Again. Alone Again, flottulega keppnin búin í dag og já, það var Sláturinn. Sláturinn, ég átti ekki breyt. Þetta er rosalegt lag þar í gangi. Ég með ekkert væl og þú með Nirvana. Já, og ekkert bara, þetta er held ég besta lag allar tíma. Já, þetta er náttúrulega, já, þetta er topp 3, 2, jafnvel toppurinn. Nú er ég ekki íkja, ég lá stundum inn í herbygginu mínu á Sauðárkróki og það var svona dýna fyrir neðan rúmið mitt og stundum þegar þetta lag byrjaði þá svona lét ég mig detta niður á dýnuna og var svona að hrista mig á full á henni og svona, þetta er ómikið. Já, stundum þarf ekki að segja allt svo að hugsa. Þetta er ómikið upplýsingum með þeirra að hlusta hérna á FM 95 Blöð og FM 957. Ég og Jón Gunnar verðum með okkur til 6 í dag. Hjöppi K í nettu fríum verður hins vegar mættur á morgun á föstudagsvaktina og sé ég eftir að hafa ekki notað þetta lag á hann því að þetta er, ég held að það tengi allir við þetta lag. Já, allir gjörsamlega, sko. En ég ætla eins að fara núna eins yfir, Jón Gunnar, því að þú oft talað það að þú sett the perfect man. Nei. Oft sagt það við mig. Oft sagt það, já. Þeir eru búin að fá okkur 2, hvað þú sért góður maður. En það var verið að gera könnun hérna í Bandaríkjunum, þar sem hafa verið að spyrja konur hverju viltu breyta við manniðin? Já. Og hér kom alltaf marga konur vilja breyta alltaf miklu, ekki? Jú, en samt, það var nú eitthvað fallegt við þetta, því að 18% sögðu það myndi ekki breyta neinu. Það var svona hæsta einkunnin. 15% sögðust vilja breyta skapinn hans, eða his attitude, svona... Ok, gamla hans og pirraður. Já, his moodiness, já, er það algengt hjá kallmönnum með þessi, svona vel pirraður? Já, þetta sko. Ég verði ekki oft pirraður, ekki einhvern Nei, ekki ég sko, ekki til. Kannski maður þarf að gera eitthvað í þingunni. Það eru 6% sögðust vilja breyta letin í honum, his laziness. Já, þetta getur nú verið... Það tengi ég. Já, það tengið þú, já. Þú ert latur. Já, sko, en ég er ekki latur í eitthvað sem ég er gaman að. Ég er mjög duglegur að gera... Nei, en þú veist, það er sumt sem að... Sumum finnst ekki gaman að gera, mér finnst gaman að gera. Þú ert náttúrulega bara sköllótt barn með skegg, sko. Þú ert náttúrulega gaman af öllu, sko. Og mjög mörgum. Já, ég er mjög gaman að mörgu. Eins og að hendi þvóttæli svona, ég er gaman að því. En ég get ekki fyrir mitt litla líf skúrað. Nei, ég þól ekki að skúra. Nei, það er líka svo pirrandi þegar maður er byrjað að rífast yfir húsverkunum. Já. Og af því að þú vilt gera eitt húsverkið, þá er eins og það sé orðið eitthvað meira eftirsóknarvert. Já. Það er magna hvað þetta getur skemmt heimilisfriðin. Já, maður á að spila þetta eins og póker. Maður á að bjóðast alltaf til að gera það sem hann er ekki að gera. Já. Svo er það 6% sögðust vilja breyta metnaðinum hjá kallinni sínum. Ok, 6%, það má ekki þú. Allt í lagi. Erst þú ekki með fínasta metnað? Jú. Hérna kemur prósenta sem ég held er munhæri. 5% af konunum sem tóku þátt í þessu könnum vildu breyta his income eða tekjónum hans. Já, meira kling. Já. Það er elska kling. Smá meira auð. Já, já. En það er ekki einhver sem að... Er maður einhvern tíma sáttu það? Já, einhvern tíma sko. Ég væri afskaplega sáttur ef ég unnið þannig vingalóttu um daginn til dæmis. Já, en þetta er samt eitthvað sem að ég myndi aldrei hugsa um eitthvað að breyta hjá maka mínum. Nei, í konu. Þú þénar ekki nóg mikið, farðu heim til þín. Nennis ekki. Það eru svo kom það 4% af hvað hann hefur lítinn áhuga á kynlífi. Það er eitthvað sem er mjög skrítið þegar það kemur að kallmönnum. Há er það mörgum með það? Vonandi ekki? 4%. 4%, ok. Já, svo er það 3% sögðu öfundsýki og svo kom önnur 3% sögðu bara útlitunars, sem er kannski aðeins erfið að breyta. Já. Og svo kom bara eitthvað þetta drast hérna. Svo kom bara eitthvað rugl hérna, jealousy reyndar. Já, það er öfundsýkin, ég var að koma með það. Já, ok. Það var ekki bara 3%, það er svolítið skrítið að þessi ekki að heyra það. Já, en hvað ef þú mætti breyta hverju sem er við þig, Jónsi, hverju myndir þú breyta? Hverju myndir breyta við mig? Já. Hver er þinn akkillesarhæll fyrir stelpunar að núti? Ekki að þú lofaði maður en... Hver er minn akkillesarhæll fyrir stelpunar að núti? Ég veit það ekki. Hvað er þetta á engi? Jú, sko, ég fann að hljóma svo bleikt.is. Ég veit það ekki, maður. Ég er bara fín. Segja það bara. Já. En ef ekki þetta einhverju breyta einhverju... Ég veit ekki. Ég var að reynda til ég ef það er einhverja konur eitt á línunni. 511-0957. Hvað... Og nú með engi strákar og ekki einhverju húmoristar hringin. Ég ætla að tjekka bara ef það er einhverja konur að hlusta.
hverju myndi þær breyta við manninn sína? Því þetta nú amerísk könnun. Já. Ég ætla að prófa að opna aðeins hérna fyrir síðan. Í íslensku kvenfólki. Hvað svona sem að þarf helst að breyta í fari íslenska kallmanna? Ég ætla að prófa hérna FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað ert þú gömul? 32. 32 ára. Og áttu mann? Já. Já. Hverju myndið þú breyta? Ef þú mætti breyta eitthvað við hann? Góttu með það. Mér tillitsamari. Tillitsamari? Ná, ok. Er það svona? Hvernig þá? Hvernig þá? Ekki halda aftur það, góttu með það. Það enginn að hlusta. Nákvæmlega. Það myndi ekki vera í sambandi við eins og biðja að gera hluti, sko. Já, ég finna meira hjá sér að taka... Já, skil ég. Þannig að það endar oft þannig að ég bara gera það sjálf. Já, ég fekk þetta oft. En ertu þá að bíða eftir því að hann gera eitthvað eða ertu að biðja það og hann ennið ekki það? Nei, ég bið og það er sagt já og svo er náttúrulega ekki. Svo gerist ekkert, já það er andla viðbjóðu, sko. Það er bara svo sem er Dr. Phil hérna hérna með. Gamli þarf að rífa sig, heyri þetta er reynslan. Náttúrulega 15 og svo er ráðan, takk. Þannig að það er tillitsemin í þér. Já. Takk hjá Lafrætti, ég ætla að prófa hérna einhverja 2-3 konur. Ég held að marga getur tekið þetta. Takk, já, skulum sjá hvað næsta kona segir. Hverju myndir þú breyta í fari maka eins? Ég? Já. Ég myndi vilja vera svona dónalegir. Er hann dónalegur við þig? Nei, hann lækki útvarpinu. Já, hann var að lækki útvarpinu baka við. Hann getur verið svo óskaplega leiðilegur. Já. Áttu leiðilegan mann? Virkilega. Nei, hann á alveg svona góður hliðar, það er bara, þegar kemur á húsverkunum þá má hann alveg vera duglegri. Já, þetta er... En þú sagði samt að hann var leiðilegur, ég er svona náttum að er hann leiðilegur bara því hann enn ekki að þrífa þá hann leiðilegur? Já, þá er hann svona leiðilegur að því leiti að hann enni ekki að hjálpa. Já, ég skil þig. Já, en... Já, ég skilji. Þetta fer allt út í þetta. Þetta er bara svo dama saman, þetta er svona tillitssemi. Það hjálpa þér til, ekki vera vesalingur, sko. Það verðist vanta hjá okkur strákunum, smá tillitssemi. Já, bara vaða bara í þetta, tekur engan tíma og svo bara í gleðinu, sko. Það geti einmitt verið miklu skemmtilegra. Þá gæti gamla verið aðeins stressari, sko. En svo getur þú líka bara að panta eitthvað sem kemur og gerir þetta á Narjónu fyrir þig. Allavega samkvæmt... Já, við erum með mynda hérna í skvísinu. Nýjustu fréttum í Bandaríkjunum. Bara $100, ekkert mál. Hann er örugglega leiðilegi kærastinn er örugglega boðið til að borga henni. Eflaust. Takk hérlega fyrir þetta. Já, takk. Já, er þetta ekki sko málið þetta er svona... En nennir enginn að þrífa, byrjum á því. Já, þetta kemur alltaf inn á sama. Það er alveg sama hvað myndir spyrja margaðinni, Jónsi. Þetta kemur alltaf út á þetta. Það er ekki tillitssemi og við séum latir. Er það ekki alltaf þannig? Jú, potið og bara, veist, sínaði meiri athygli og eitthvað svona, sko. Já, þetta er... Við kannski hljómum mikið mjög rómantískir náðan að taka ástarsögðun allra og baka þeir, en við erum rómantískir menn og allt það, en þetta er, ég held að tillitssemi sé sko stór hluti þessu. Já, en ég ætla að fara eins og núna í lið, ég nenni ekki að opna meira hérna fyrir, ég ætla að koma alltaf sömu svörin og þetta endar. Já, strákar, verið tillitsamir, hjálpið til. Það er líka ekki þreyttara eitthvað svona samskipti kynjana hérna. Við ætlum að fara hins vegar í lag sem ég kalla Ef þú ert á leiðinni heim, þá var ég til í að heyra þetta og það er ekki fyrsta sinn sem ég spila þetta lag þegar það kom með þessum lið, en ég er bara svona að hugsa núna, ég er á leiðinni heim 50-dagur, bara svona að hugsa minn gang eitthvað svona, já, hvað á maður að gera um helgina og væri svona þægilega rólegur að því ég ætla ekki að gera neitt, þá mætti þetta alveg detta á. Þetta er lag sem ég dýrka og spila reglulega í þessu þætti. Þeim sem farðu okkur Transformers kemur einn flottasta mynd ársins með Taylor Kitsch, Liam Neeson og Rihanna. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. 12. apríl. Fylgstu með á FM 957 og þú getur unni miða. Spenna og tæknibrettur eins og þú hefur aldrei séð áður. Battleship kemur í bíó 13. apríl. Magasín á FM 957. Á mánudögum erum við með kvikmyndagetrun og spilum kvót úr frægum bíómyndum, hlátur, raddir og alls konar rugl. Life was like a box of chocolates. Þú gæti nættri 5.000 kr. inneign hjá filmon.is. Morgun þátturinn Magasín. Virka mótna klukkan 7. Núna, 16 tómi pizza með 3 áleggjum. Já, ég sagði 3 áleggjum fyrir aðeins 1.590 krónur. Wilsons pizza, sími 581-1515. Það er ykkur hundur í þér? Já, maður, ég ætla að fara í bankan og taka smá lán og ég skildi bara ekki báfs. Akkur ferð ekki bara inn á smálán.is. Vandar ekki bara smá. Þú segir hvað þú vilt mikið og í hver langan tíma og sér strax hvað það kostar. Nú, hvað var aldrei sagt með það? Smálán.is. Ekkert stórmál.
Rafmagnsgítarar og magnarar frá Fender, Ibanez og Washburn. Úrval effekta og aukaluta fyrir gítarleikaran. Hljóðfarahúsið Tónabúðin, Síðumóla 20. Lottobáturinn stefnir í 27 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Og þá vona menn eftir sumarvindum og sólskini, skipakomum og fregnum útlendum. Þá komu aðflutningar til að bæta mönnum búi, kýrnar græða sig og ærnar bera. Jói útherji, Ármúla. Gómsætt fyrir helgina í Krónunni. Ungnauta andrekót með 45% afslætti á aðeins 2.694 krónur kílóið og lambalæri með kryddjurtum á aðeins 1.498 krónur kílóið. Krónan fyrst og fremst ódýr. Kryddaðir fimmtudagar hefjast á Hressó í kvöld. Elín Ey og hljómsveitin Day ásamt Bacardi og Kart haldaðir í stemmingunni. Frýttinn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og Go Go Jókó. Hefurðu smakkað tuttan á Hlölla? Bara góður. Hlöllabátar ávallt ferskir. Dekkjadagar á FM í samstarfi við Dekkjahöllina. FM og Dekkjahöllin ætla að bjóða hefnum hlustendum upp á umfölgun og eða dekkja umgang á bílinn fyrir sumarið. Heiðar Auksmann mun draga út vinningar alla virkadaga í apríl og í lok hverja viku fær einn mjög heppinn hlustandi nýjan dekkjaumgang á bílinn sinn. Dekkjahöllin hefur opnað nýja og glæsilega þjónustustöð í Skútuvegi 12. Dekkjahöllin býður þér mikið úrval dekkja á betra verði á Akureyri, Egilsstöðum, Skeifunni og nú einnig í Skútuvegi 12. Skráningarhafinn á heimasíðu FM. FM 957 og Dekkjahöllin, það er vor í loftinu. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15. Og Pitbull, ég held með þess að krakkinn sem að Jennifer Lopez er að hitta þess að dagana sé í þessu lagi, það ekki? Já, það er mikið rétt, dansarinn sem að hún er að hitta. Er hann að dansa bara í myndbandinu? Í myndbandinu, já. Hann syngur ekki það? Nei, hann er 25 ára og hún er 40 og eitthvað. Já, hann er einhverjum 15 árum yngre hún eitthvað, hún leiðist örgulega rosalega mikið. Hún er búin að ná sér inn Toyboy. Hún er með Boy-Toy. Já. Hún er í því. Já, hvað er samt 25 bara, maður er samt, nei, veist það, ég var eða ekkert orðin kallmaður þegar ég var 25 ára og er ekki það ég sjá hann kallmaður í dag, en þannig að hún er með einhvern krakka bara. Já, hún er bara að leika sér. Þetta er rebound-gæinn. En hún var í samt, hvað er hún, 42 ára? 42 ára. Já, maður reyndar lítur hrikalega vel út. Rosalega flott. Maður horfa á hann í Idolinu, hún bara sjaldan litið vel út. Já. Líka, þetta helst allt í hendur, nú er henni í Idolinu, komið nýtt lag, nýtt vídeo, þetta helst allt í hendur, Er ekki einhver dífa þátt líka í Suður-Ameríku eitthvað? Það er máli. Já, eitthvað svoleið, Það helst ekkert í hendur með hvort sér fallega eða ekki, Jungunar. Nei, allt þetta nýja myndbandið og lögin og þetta allt, og svo að sjálfsögum, hún er hann í toppformi núna. Pitbull virðist bara að vera með annarkvæmt lag hérna á stöðinni þessa dagana. Já. Myndirðu fara á tónleika með Pitbull? Já, ég myndi kannski alveg gera það, bara, tónleika hvað, ég meina Tiesto var í þinn daginn og það er DJ, bara einn gæði á sviði. Já, reyndar, það er alveg ótrúlegt hvað það er að fylla á það. Og Pitbull er ekkert annað bara einhver latín og gæja og röfli einhvern mikrofón, En ég er hérna, með smá frétt frá United States of America, eins og ég kalla þarna, þeir sem búa þarna úti, við þekkja því ég bjóðar í einhver 2 ár, að Facebook, það er rosalega mikið verið að gera kannarur Facebook eitthvað. Já. Það sem að sló mig þetta í síðustu könnun er að 4% þeirra sem eru á Facebook eru yngri en 6 ára. Og, já, þetta er bara hérna á svart og hvítu. Að 4% af þeim sem er inn á Facebook eru yngri en 6 ára. Og þetta er orðið eitthvað vandamál núna í einhverju nokkrum fylgjum í Bandaríkjunum. Yngri en 6 ára? Hvað hefur 5 ára krakki að gera á Facebook? Hvað var ég að gera 3 ára 5 ára? Var ég hættur að mikið? Já, ég var reyndar hættur að mikið. Ég ætti að vera á Facebook bara, sonum minn bara 4 ára, bara henda sér á Facebook. Já, ég var nú með fréttin daginn, það sem var 5 ára krakki ennþá á brjósti. Það var reyndar ennþá meiri viðbjörn. Já, það er sjúkt, rólega í það, bara þegar barnið fara að biðja brjóstið, bestum að fara að henda pela í gorminn, lögum aðeins á. En líka að vera á brjósti á ekki að vera æskuminning, Nei, það er svolítið svoleiðis. Á ekki að vera bara, já, ég man rólega. Ég er reynda man ég, ég man nú 3 og 5 ára, hvað, ég bjó á Selfossi, ég man svona 1 og 1. Já, ég verð til að rökra þetta við einhverja konu sem er með barn á brjósti bara 5 ára pluss, bara frá að byrja í skóla. Já, nú ert þú náttúrulega faðir, ekki? Já, jú, 2 barna faðir. Já, 2 barna faðir. Hvað eru krakkarnir galniðir að hættu á brjósti? Vá, maður, nú eru þeirrandi brjálegstur að hlusta. Ég manna ekki, það var ekki. Nú, þetta eitthvað, er þetta viðkvæmt? Nei, alls ekki. Var hún að fá gútrúsu? Maður á munni þessa hluti. Nei, ég manna ekki, það var hvað, veist. Nei, ég er að tala bara hvað er eðlilegt í heiminum. Ég er ekkert endilega, veist, ég er ekki að myndgera þetta við þína fyrirhandi, 6 mánuðir, 9 mánuðir, veist, kannski fyrsta árið. Ekki eins og eins árs, er það þannig? Jú, ég myndi halda það svona, bara svona fyrsta árið. Já.
Og á þess að ég sé eitthvað lærður í þessum fræðum, sko, guð minn almátt, þetta getur gengið rosalega misjafnt bara eftir, það getur alls konar gengið á hana, en þetta eiga börn að vera brjósti, ég ætla ekki til 5 ára. Nei, ég að koma þér í smá klandur. Eins og hálsás eitthvað, jú, en ekki til 5 ára. Ekki með þess að þryggjara ógeðslegt? Já, það bara mikið, sko. Já, ég skilji. En allavega þá Mér finnst það allavega, þú veist. Já. Svo er einhverjar brjálar pífur að núti fara að ringja inn og geða hvort það er. Þetta bara þín skoðun og þú rétt á hana, Jónsson. Já, þú þarf ekki að endurspegla allar. Það enginn að ringja brjál. Ég trúi ekki að sé konu á Íslandi sem ennþá með 5 ára barnabrjósti. Ég skal lofa því Blöndal. Það eru nokkrar, já. Ég las einhvern pistur daginn og það var einhver pía að mæra þetta, bara gormurinn bara rífur upp á henni, bara henni bólinn og bara mamma! Bara geirvört í andlit núna. Gormur rífur, bara, já, þú ert náttúrulega 5 ára auðvitað, þú ert bara frekur krakki. Bara frekur krakki, þú bara biður þetta bara. Þetta alltaf bara gamla í barnaafmæli bara og rífur upp á henni bólurinn og bara, hvað að freda? Ég elska öll svona moment. Ég var til að sitja þunnur í barnaafmæli einhvers staðar og allt í henni kemur svona 5 ára krakki sem rífur bara upp og bara vill fá mjólk. Kemur bara inn úr fótbolta og bara geirvörtu! Bara í þessu, sko. Hann segir fyrir eitthvað mjólk. Hann segir mjólk, mamma að drekka. Hvað er það? Nákvæmlega, hann segir mamma að drekka. Já, það er ekki í lagi. En það sem er heldur ekki í lagi, það var það sem þessi frétt að byrjaði á að það eru, þú veist, krakkar undir 6 ára. Nú þú ert mikið á Facebook, eða ekki, Jónsi? Jú, ég er mikið á Facebook. Já, en hvað eru krakkarnir gamlir? Dóttir mín er 8 ára og sonurinn 4 ára. Eru þau á Facebook? Nei, allt svakalega ekki. Nei, ekki sem er 8 ára heldur? Nei, hún er svona, kíkjastuðum á það með pappa sinum eitthvað annað en hún er ekkert á Facebook að gera eitthvað með almáttur. En hérna þegar þú varst á laus og varst alltaf að leika í Farmil og svona með stelpum hérna út í bæ, var hún eitthvað? Já, eins og það sé bara, ég var í Farmil að leika mig við stelpur út í bæ. Takk á þeim Blöndal. Ég hef aldrei spilað Farmil. Nei, ég er alltaf að fá eitthvað svona beiðnir sem er alveg ótrúlega stefnt. Mennur í Bubble með mér maður svona. En Facebook var náttúrulega stofnað af hverju, einhverjum, þú veist, gröðum gaurum í Harvard, sko. Þannig að Facebook var upprunnilega stofnað til þess að tengja sig við skvísurnar. Já, það er bara viðurkennt í þessari bíómynd. Þetta átt að vera hösttækið þeim. Já, orðið eitthvað aðeins meir í dag. Já, þetta verður aðeins takkað þeim. Já, Facebook getur skemmtir á vefur og svo getur hann alltaf verið alveg tíma þjóð döðan, sko. En þessi 8 ára á hún gemsa? Nei, hún var ekki gemsa. Það er reynda mikið búið að ræða þá. Hún vill mikið, vill fá síma, sko. Eru vinkonum að konum í gemsa? Nei. Jú, eflust einhver held ég, sko, en það er ekki svolítið leiðilegt þegar þú ert svona faðir, þegar það er alltaf einhverju svona, ég man bara þegar maður krakki, það er alltaf einhver svona degraður í hópnum. Jú. Og það er bara, þú veist, Sigga styrðaðir, hún komið með gemsa, gat verið, því að foreldrar hennar dælu öll í hana. Er ekki til fullt af svona? Jú, fullt af svona mann sem er bara út í hött, sko. En líka, þú veist, dóttir mín er 8 ára. Jú, vissi að vera þægilt að hún væri með síma stundum að ringi í pappa og svona, sko, en, veist, já, það líka að fyrir hún kannski að ringi endalaust í þig. Já, hún myndi tína svona 2 símum á dag, sko, þau eru svo utan við sig. Já, svona með að koma tínir mörgum símum sjálfur. Já. Herru, þetta var barnahotnið. Já, takk fyrir það og velkomin. Ég ætla heim í Farmil á eftir. Hendur mig eitthvað svalt hérna. Talk, Rihanna og Jay-Z. Búið til tónlist, Rihanna og Jay-Z. Ríkala flott. Ég ætla að sjá hann í London. Það ert að fara að sjá Jay-Z, Kanye West. Já, ok, Rihanna verður ekkert þar. Nei. Hún getur komið með eitthvað svona óvænt kannski. Það væri hressandi maður. Já, þetta er endar vel gert. Ef ég mætti fara einhverja tónleika núna, held ég að Jay-Z og Kanye verður mjög óvænt. Já, Watch the Throne, O2 Arena. Já, ég verður til að fara Radiohead enda líka og Muse. Radiohead verður til í, mikið til í. Já, en það er hins vegar komið að dagskrálið sem er fastuliður hérna í FM 95 Blö og já, það er að þessu sinni Jón Gunnar sem stjórnar þeim dagskrálið og það er hvað er klukkan? Hvað er? Ég er ekki að fara í klukkuna. Hvað er klukkan? Ég veit ekki, hvað er klukkan? Veistu hvað klukkan er? Pétur Jóhann púlar klukkuna fast í. Það er Philadelphia söfnuður í Reykjavík sem býður þér upp á Philadelphia söfnuður í 95 Blö. Ég er ekki að fara í klukkuna. Take it away. Auðvitað Blöndal, ég er ekki að Pétur Jóhann segja hvað klukkan er. Veitu hvað er, getur ekki sagt fólki hvað klukkan er? Á ég að segja núna 17:47. Á ég segja svona það? Þetta var lígileg klukkan maður. Nei, býttu hvað? Þetta var flott, býttu. Ég er ekki leikar í Íslands, sko. Við þurfum að fara núna í klukkan átt, býttu. Hvað er klukkan? Í FM 95 Blö. Á knockout á hann í lægin og ég skeit í klukkunni. Nei, sko, veist, Pétur reynir alltaf að djúsa hans upp á þetta og gera þetta svolítið skemmtilegt. Já, Pétur Jóhann, bara leikar í Íslands. Þú varst ekki að fíla í hvað er að fara í klukkan? Nei,
Nei, þetta endar, ég var reyndar að stríða þér þarna með að henda þér í hvað klukkan, en hún var samt 17:47. Ég komst nú ágætlega frá því sann, sko. Já, á 5. degið vonandi eru flestir þarna úti í miklum gýr. Það, fer nú að styttast í lokin hérna hjá okkur Jónsa. Styttast í annan endan. Já, styttast í annan endan. Hjöbbi K, hann verður hérna hjá mér á morgun og tekur föstudagsvaktina þar sem hann komst ekki í dag. En við erum nú ekki alveg búin að kveðja ykkur, ég ætla að henda hérna í örfá skilaboð og svo fá eitthvað hressandilag. Bragðsterkur heilsubátur á Subway. Buffalo kjúklingalundir. Subway, alltaf fest. Nóa Kropp, bæði með ljósu og dökku súkkulaði. Tvöföld brakandi snilld. 1909.is þegar þig vantar smá lán. 1909. Nú eru hlöllabátastæðinir orðnir 10. Ávallt ferskir. Túborg kynir, kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitirnar Tröstulæs og Mercy Bucket tróða upp. Bjór á 450 og skot á 450. Túborg og Bar 11, rock'n'roll og anskotin. Kryddaðar 50 dagar hefjast á Hressó í kvöld. Elín Ey og hljómsveitin Day ásamt Bacardi Ókart haldaðar í stemmingunni. Frítt inn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og Go Go Jókó. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredia, láttu það eftir þér. FM 95. Meet Again, Timbaland, ekki Katy Perry og eitthvað? Jó, mér hefst það. Já. Þetta er hressandi. Mitt gammalt gott hérna á FM 95 Blö, klukkan að verða 6. Ég var að mættur í skvassmót eftir 10 mínútur, þannig að ég þarf að fara að bruna hérna. Ég er að fara í matabóði sem ég bauði mig sjálfur í til móður minnar. Já, við heyrðum það einmitt hér fyrir þættinum að þú var á leiðin til mömmu minnar. Það er búið að vera sannur heiður að fá þig hérna til mín. Takk fyrir það sem leiðis. Takk hérlega fyrir daginn. Eins og ég kom inn á, þá verður Hjöbbi K mættur hérna á morgun og þar sem ég náði ekki á Brjánibreka í dag, þá verður Brjáttbreki sennilega á föstudegi og ég get lofað eitthvað því að það er örugglega mikið fjör á Brjánssonum á föstudegi. Hann er feskur á föstudegi. Já, með það hann er að fá sér á miðvikudegi, þá held ég að hann verði í einhverjum hrikalögum gír á föstudegi. Þannig ég ætla að prófa að hringja hann á morgun. Ég fekk bara alltaf talólfi hjá hann á hann, þannig að við eigum hann inni á morgun. Ég vona bara þið hafið það sem allra best í kvöld, kæru hlustendur. Takk fyrir hlustunni í dag og vonandi sjáu ykkur fært að stilla inn klukkan 4 á morgun. Jónsi, takk aðeinslega. Við ætlum að enda þetta á óskalagi sem barst hérna, þetta er enda lag sem að mér finnst flottara í flutningi Snow Patrol en Leona Lewis kann líka alveg að syngja þetta lag. Já. Þetta er Run og þetta er sérstætt óskalag fyrir, stelpur sem að var að lenda í svona smásleysi og við byrjum að heilsa. Hljóðnemar, tónlistarforrit, heyrnartól og hátalarar. Heimastúdíói færðu hjá okkur. Hljóðfarahúsi Tónabúðin, Síðumúla 20 og Sunnuhlíð Akureyri. Bátur mánaðarins á Subway er Túnfisk bátur. Aðeins 419 krónur. Subway, alltaf fest. Nóa Kropp, ómissandi, brakandi snilld. Gleðidagar á Risso Pizza. 1380 krónur allar pizzur á matseðli. Hringdu núna í síma 577 7000. Risso Pizza, því eldbakað er einfallega betra. Kryddaðar 50 dagar hefjast á Hressó í kvöld. Elín Ey og hljómsveitin Day ásamt Bacardi Ókart haldaðar í stemmingunni. Frítt inn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og Go Go Jókó. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957.